Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við höfum svolítið fjallað svona átök í Háskóla Íslands í kjölfar fundar sem að prófessor frá Ísrael ætlaði að halda í Þjóðminjasafninu en var truflaður og fundurinn var aflýst eftir 20 mínútur ef ég man rétt. Síðan hafi verið svona nokkur umræða og átök innan háskólasamfélagsins þetta atvik, afstöðu háskólans til þjóðarmorðsins í Gaza og þar fram eftir götunum. Stór persóna í öllum þessum málum er Ingólfur Gíslason sem er lektor við menntavísindasvið. Þú varst þarna á fundinum? Ég var á fundinum, eða þetta var auglýst sem fyrirlestur. Það er fyrirlestur. Já. Og ég bara mætti þangað og ætlaði svona að láta mótmæla á þess að ég hefði sérstaklega fyrirfram gefna hugmyndum hvernig það yrði, sko. Ég jafnvel bara átti von og hann myndi halda fyrirlesturinn og ég myndi horfa svona stíft og ílskulega á hann og Þú varst vopnaður palestíska fánanum? Og þegar ég kom á mótmælinn þá var einhver sem var með svona fána og bað mig að halda á honum. Svo ég bara sagði ok, ég held á honum og ég stóð bara þarna aftast og átti sjálfur sér aðalega vona að bara geta spurt hann þá í lokin eða á einhverjum tímapunkti. Veit ekki í lokin, kannski hefði ég truflað hann, ég veit það ekki, en einhvern tímann ætlaði ég að spyrja hann sem sagt hvernig gervigreind sem að var auglýst efni fyrirlestararins hefði nýst Ísrael til þess að drepa börn. Hvort það hefði gefið góðan árangur eitthvað svoleiðis. Mjög svona kaltaðin spurning hjá mér. Og síðan, ég veit ekki á ég að segja frá þessum hvernig þetta gekk til. Endilega. Já, svo tínist inn fólk og það voru kannski 20-25 mann sem ætlaði að koma að hlusta á fyrirlesturinn og svona álíka margir mótmælendur sem að stóðu svona í kring og 1 eða 2 með Palestínu klút eins og ég með núna í bara árunda sætum. Og svo þetta sem sagt, svo ég segi frá, þetta er einhver stofnun sem að heitir hefur enskt nafn og snýst eitthvað svona rannsóknir á lífeyrissjóðsmálum sem að virðist tengjast Háskóla Íslands og ég er ekki alveg viss nákvæmlega hvernig, en í stjórn þessa félags eru háskólaprófessorar eða háskólaprófessor Gylfi Zoëga í hagfræði og einhver aðili frá Seðlabanka Íslands, segir man ekki hvað heitir. Þannig að þetta er svona stofnun sem hefur einhvers konar tengsl við Háskóla Íslands og hann auglýsir fyrirlestur í í Þjóðminjasafninu og það mæta þarna nokkrir vel kunnir hagfræðingar og svo þegar Gylfi Zoëga sem ætla að stýra fundinum og kynna fyrirlesarann býður góðan daginn að þá eru einhverjir mótmælendur sem að bara taka af honum orðið eða bara grípa svona fram í og segja hann að þegja og svoleiðis og upp frá því hefst svona það eru einhvers konar skoðanaskipti. Það eru við mótmælendur eða mótmælendur segja eitthvað og spyrja jafnvel þennan fyrirlesara hvort hann styðji þjóðarmorðið og hvað hann sé að gera og annað þess áttar og meðal annars þá tókst mér að spyrja hann hvort hann sæti ekki í stjórn stofnunar sem heitir Begin Sadat stofnunin og svona einhvers konar áráðusvél fyrir Ísrael. Þar sé hún þetta skilgreind sem svona einhvers konar stofnun sem að fjallar öryggi og frið en þessi stofnun gaf út sem sagt núna í júlí síðastliðnum skýrslu sem að bara segir í titlinum að Ísrael sé ekki að fremja þjóðarmorð, það sé bara vitleysa og þessi maður er sem sagt í stjórn þessara stofnunar og ég held að hann hafi reynt að koma því að framfæra hann væri það ekki lengur af því að hann var það, því að hann var sviðsforseti í einhverju deildi í háskólanum sem einhvern veginn er með þessa stofnun en að öðru leyti þá vildi hann aldrei ræða neitt hvort hann styddi hernaðinn og þjóðarmorðið neitt svoleiðis og alltaf þegar hann var spurður að því að þá sagðist hann ekki vera komin til að tala pólitík. En hann átti orðaskipti við ykkur mótmælendur? Já.
Þannig að við í raun og veru bara breyttum aðeins dagskrá fundarins, sko. Þannig að þær eruðu ekki, fundurinn varð ekki hans hugleiðingar gervigreind, heldur þennan fund og hans stöðu og þú veist, hvað eiginlega væri í gangi með að halda þennan fund í vegum Háskóla Íslands eða einhverju tengdum Háskóla Íslands. Og hann í rauninni við hann komst ekki í það að tala gervigreind, sko. Og Gylfi sem stjórnaði fundinum tók þá ákvörðun að frestunum. Og hvað svona ákvörðun var það? Var það vegna þess að það var bara ekki fundafært út af látum í ykkur, eins og ykkur geti orðað það? Já, það var náttúrulega ekki beinlínis lætið, þetta var bara truflun, sko. Þannig að ég hugsa þetta þannig, sko, ef að hann hefði virkilega ætlaði virkilega viljað halda þennan fund, þá hefði hann auðvitað getað kallað til lögreglu og látið fjarlægja okkur, væntanlega. Hann kaus að gera það ekki, heldur bara fresta fundinum og hann hefur kannski talið að það væri það bara einmitt allt í lagi að frestunum og halda hann bara seinna. Ég veit ekki, kannski eru þeir búnir að halda fund einhvers staðar í leyni. Því að mótmælin snúast að sjálfsögðu ekkert inntak þess sem að maðurinn hafði að segja, sko. Við okkur er alveg sama hvað hann hefur að segja. Þetta snýst ekki að hindra það að upplýsingarnar sem hann hefur, ef hann hefur einhverjar mikilvægar upplýsingar eða framlag til vísinda og fræða, snýst ekki að hindra það komist, þú veist, út í loftið eða til annara akademikara, heldur bara að hann fá ekki þennan elítu vettvang til þess að hvítþvo í raun og veru sitt ríki. Því að það að fá að halda fyrirlestur á vegum háskólastofnunar gefur trúverðuleika og virðingu sem að þú færið ekki til dæmis ef þú mætir bara í hlaðvarp til dæmis eða heldur fyrirlestur í Hörpu þar sem þú selur inn, ég meina það er ekkert mál, hann hefði ekkert gert það. Það hafa aðrir fyrirlesarar og fræðimenn komið þar. En má ég ekki skjóta því, en hefði þú ekki mótmælt þar líka? Að sjálfsögðu, ég hefði mótmælt, sko. Það var þetta með mótmælt þegar Hillary Clinton kom út af tengslum hennar við... Já, ég meina ég hefði mótmælt, en ég hefði ég held ekki keypt mér miða til þess að fara inn í salinn, sko. Og auk þess náttúrulega er það allt annar vettvangur. Svo valkostu náttúrulega bara fjarlægja þig ef þú kemur að mótmæla. Ef þú ert að raska frið fundarins, þá er hægt að sækja dyraverði og ef ekki vill betur þá lögreglu og fjarlægja þig. Já, það er náttúrulega alveg hægt, sko. En það breytir eðli, þú veist, fundarins, sko. Þar með er þetta ekki lengur orðin svona viðurkendur trúverðulegur háskólafundur þar sem að er sama lögmæti, sko. Þú veist, ef þú ert búin að loka fundinum eða gera einhverja svona ráðstafanir, sko, þá er það orðið allt annað, sko. Þú veist, hann hefði alveg geta haldið fund og haldið sín fyrirlestur í kjallaranum hjá Hannesi Hólmsteini eða, eins og ég segi, í Hörpu þess vegna eða í hlaðvarpi hjá Þórarni Hjartarsyni eða whatever, sko. En samt sem áður hefði alltaf geta komið mótmælendur, jafnvel í hlaðvarpið hjá Þórarni Hjartarsyni, geti staðið fyrir utan og meinaður mengungu eða hvað sem er. Ég bara velta fyrir mér að því þú gerir greinamun á því hver staðsetningin er og hver umgjörðin er. Það breytir eiginlega engu mótmælendur, að þau geta mótmælt í að maðurinn sé að hvítþvo aðgerðir Ísraelsmanna og þjóðamorðið, bara með því að vera í samskiptum, vegna þess að þú og þið líklega lítið svo á að við eigum ekki að vera í neinum samskiptum við Ísraelsmenn, ekki menningarlegum, ekki íþróttarlegum, ekki taka þátt í Eurovision með þeim og þarfram til göttunum, nema að það kæmi kannski ísraelskur ríkisborgari sem vildi gagnrýna stefnu stjórnvalda, að þá myndu þau líklega taka þeim fagnandi. Líklega, já. Og þá er líklega afstæðan svo að ísraelskur ríkisborgari sem ekki beiti sig gegn þjóðamorðinu, hann er samþykkur því. Og með því að bjóða slíkum manni til landsins sem er ísraelskur ríkisborgari og ber skylda til þess að berjast gegn þjóðamorðinu en gera það ekki, að þá er hann að stríða og með því að bjóða honum að þá eru við jafnframt að stríða. Þetta er svona, já, ég þyrfti kannski að hugsa þetta ef það kannski er hægt að finna einhverja núansa en þetta hljómaði mjög samfærandi, já. En ég hef kannski lagt líka áherslu á það að skiptir reyndar ekki öllu máli hvort að þessi til svona maður sé ísraelskur ríkisborgari því að
þó ef hann hefði verið danskur eða jafnvel Íslendingur, ef hann hefði gegnt þeirri stöðu sem hann gegnir. Ég ætlaði nefnilega að spyrja því, vegna þess að það hefur komið fram og sumuleyti eftir á þessi tengslans. En þú segir að þú hefur vitað þessari stofnun og vilja spyrja hann það. Já. En það hefði svo sem ekki komið fram í fréttum í aðdraganda fundarins að þetta væri maður sem að gegndi einhverju, ég myndi nú kannski ekki segja lykilstöðu, en hann hefði verið í stöðu þar sem hann var með verkum sínum og orðum raunverulega hvetja til þáttöku í þjóðarmorði. Já, það er kannski hægt að segja einmitt, þú veist, það er að ræða... Eða hafna afneitun á þjóðarmorði. Já, það er kannski hægt að tala sko, gera greinamun eða ég veit ekki, þú veist, við hefðum mótmælt jafnvel þó að þessi maður hefði ekki komið í ljós, en svo kom náttúrulega sumt einhvern veginn í ljós bara smám saman og jafnvel eftir á nákvæmlega hvaða, þú veist, á hverju hann ber ábyrgð og hvað stöðu hann gegnir, sko, bara jafnvel þó að það hefði ekki verið allt svoleiðis, þá hefðu við samt mótmælt, sko. Þess vegna var ég að nefna það með ríkisborgararéttinn, sko, hvar eru mörkin á því að þú ert til í að mótmæla hingakomu eða fyrirlestri ísraelsk ríkisborgara? Það þess að ef hann hefur andmælt stefnu stjórnvalda og ef hann hefur viðurkennt þjóðarmorðið, þá er þetta til að hlusta á hann. Ef hann gerir það ekki, þar er lín, þannig að hann þarf ekki að hafa verið í stjórn einhverju stofnunar, hann þarf ekki að hafa skrifað bréf og lagt til að fjárhagslegan stuðning við ungviði sem að vil taka þátt í þjóðarmorðinu eða neitt slíkt. Já, sko, þetta er kannski svolítið flókið og ég myndi alltaf segja, ég þurfti nú kannski fyrir hvert einstakt tilvik þá er þetta hægt að ímynda sér eitthvað, ég veit það ekki, einhverja flækjur, en ef við myndum fara eftir reglum eins og voru settar í samband við Suður Afríku eða aðferðir þegar Suður Afríka var sniðgengin að þá var það bara svona, þá var bara Suður Afrískur ríkisborgari, eða ég held að hafa verið þannig, að þá áttu bara að vera úti, sko, og það er engar, þú veist, það skiptir engu máli í raun og veru hver staðin er og þú veist, í raunin ekki einu sinni hvort þú ert með eða móti, sko, það er bara, sniðgangan er bara gegn Ísrael, punktur basta. Og taktíkin, ef orðan þannig, er þá að fólk komi aftur heim með það sögu að við erum eiginlega hvergi velkomin út af stefnu þessar stjórnvalda og við erum að breyta stefnu stjórnvaldana ef við ætlum að fá að vera bara borgarar í þessum heimi. Það er búið að hafna okkur. Já, ég allavega sé það svolítið þannig, sko. Já. En ég vil kannski segja að fólk sem hefur áhuga á þessu það ætti að kynna sér sniðgangur hreyfingu BDS, eins og hann heitir, sem er sniðgangur hreyfing á vegum Palestínumanna af því þetta að sniðganga Ísrael er samstaða með Palestínu og Palestínumenn hafa beðið þetta og ekki, þetta er ákall frá Palestínumennum stuðning, sko. Þannig að, og ég vil sýna þeim samstöðu og ef ég vil sýna þeim samstöðu þá fer ég eftir þessu ákalli í stað þess að fara að hugsa sjálfur eitthvað svona eitthvað, ég á nú kannski einhverja viniðan í Ísrael sem þeir eru nú kannski ekkert að fara að kjósa Netanyahu sjálfur eða eitthvað svona, þú veist, þetta er bara sniðganga og það er, mér langar að segja margt fólk en auðvitað er þetta hlutfallslega ekki margt fólk í Ísrael sem er á móti Ísraels ríki sem slíku, það er að segja Ísraels ríki sem ríki þar sem að einn tiltekinn hópur hefur yfirburðastöðu yfir aðra, sko. Það er samt margt fólk, sko, það er fullt af fólki sem er þannig líka, þó að það sé hlutfallslega mjög lítill hluti Ísraelsmanna og það fólk, ef það er í raunverulega þessara skoðunar, þá kallar það líka eftir þessari sniðgöngu. Þú veist, ef að akademikar í Ísrael er raunverulega á móti þjóðarmorðinu, þá vill hann sniðgöngu og líka á sjálfum sér. Ég meina, hann veit að það bitnar á honum sjálfum. Er það þannig að nú verðum við að búa til ímyndudæmi? Já. Það voru mannúðarsamtök í Ísrael sem að lýstu yfir því að verið þjóðarmorð í gangi og þar var forstuðu fólk og hélt blaðamannafund í Ísrael og svolítið ábyrjandi hvað þeim var mikið niðri fyrir og var augljóst að þetta var þungskref fyrir þau persónulega. Það voru að kalla yfir sig fordæmingu mikils meiri hluta íbúa Ísrael og kannski einhverja ógn gagnvart sér og fjölskyldu sínum. Ef að þetta fólk kæmi og vilja halda fyrirlestur í þjóðminjasafninu þá myndi það ekki óska eftir því að þetta er því
boykottað fundurinn, myndi ekki hvetja því til þess að mótmæla sinni veru, þannig það ekki alveg þannig. Já, það fer eftir, sko, ef að þau væru hérna til þess að tala þetta mál, þá myndi þau sennilega ekki gera það. Nei. En hins vegar bara hafa birst bréf í, þú veist, það birtist bréf í Guardian fyrir ekki svo löngu þar sem að 31 Ísraelsmaður og þar á meðal nokkrir háskólakennarar og svona, það voru svona rithöfundar og svona frægt fólk í Ísrael, að það kallaði eftir það sem var, þú veist, í Guardian kallað crippling sanctions gegn Ísrael, sko. Það þetta eitthvað sem að mun bitna á þeim sjálfum, sérstaklega, og ef að það gert svona þvinganir, sko. Alveg sama hátt og gerðist í Suður Afríku, það voru einstaka hvítir sem að studdu aðgerði gegn apartheid stefnunni. Þú vísar til þessi sögunni, af því að þetta nú, eins og þekkir, þetta eiginlega tekið sem dæmi eina tilfelli þar sem að svona refsiaðgerðir virkuð og kannski verðum við að fara að skoða það að stundum til svona þjóðsugur sem að ganga en það svona viðurkenndur sannleikur í dag að þetta hafi virkað. Og þetta virkaði að hluta til vegna þess að sko þetta náði til allra stofnana, íþróttahreyfingarinnar, til stjórnvalda og eitthvað fleira. En það á ekki við hvatningu Palestínumanna að beita sömu aðferð gegn Ísrael. Já, þóttu að það hafi ekki verið tekið. Það er ekki komið jafnt langt í bara okkar heimsluta. Það er ekki eftir viðurkennd. Þótt að þú segir að ég ætla ekki, ég tek áskorunu þeirra að beita mínum refsiaðgerðum gegn Ísrael. En þá er það ekki eins viðtakt að segja og eflaust gæti eitthvað sagt að það var nú einn Palestínumaður sem var nú ekkit sérstaklega hrifinn af þessu og þar fram til götunum, þannig það er ekki alveg jafn skýrt og ljóst. Og kannski þetta kaka sem valla hálfbökuð og þá eru kannski komin að ekki komin að þá stöðu að það er háskólinn sjálfur sem ætti að taka afstöðu og segja að Háskóli Íslands ætlar að rjúfa öll tengsl við Ísrael á meðan á þessu þjóðarmorði stendur. Ég veit ekki hvernig. Það væri rétt að gera það. En af hverju hefur hann ekki gert það? Já, það er örugglega hægt að ræða það. Nú ég bara velta það þannig í íslensku samfélagi að það sé bara þykir vera svolítið óljóst hvort að þarna sé þjóðarmorð. Það er ekki kannski þessi sök Palestínumanna svo mikil að þau eigi að þjóðarmorðið skilið. Af hverju heldur að ef við berum þetta saman við apartheid? Af hverju hafa stofnanir á Íslandi ekki tekið afgerandi afstöðu gagnvart þjóðarmorðinu á Gaza og apartheid stefnu ríkisstjórnar Ísraels? Já, það er einhvers konar rasismi á bakvið það, held ég, sko. En það getur alltaf verið í samanburði við apartheid í Suður Afríku, því þar ertu með enn klárari hvíta og svarta. Já, en sko við rasismin beinist þessu tilviki gegn Arabum, sko. Já. Arabar eru á þennan hátt bara undirsettir og kúaður og fyrirlitnir. Svipað og svartir voru í Suður Afríku. Já, en það bara var þannig í hinu vestræna heimi að það var einhvern veginn varð ofan á að hafna þeim rasisma, en við höfum ekki hafnað Ég er bara að velta þessu fyrir mig. Við höfum ekki hafnað þessari araba andúð, en það er linnulaus áróður hefur verið, sérstaklega frá árásunum 2001 á Bandaríkin, sko. Það hafa náttúrulega verið linnulaus áróður fyrir því að við lítum á araba sem annarsflokks fólk og ég menna að það er allir hræddir við araba, sko, eða þú veist, ég segi allir, ég ekki meina það bókstaflega, en það er inngróið inn í kultúr okkar heimshluta. Það er bara mjög inngróið. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ráðherra, hún sko talar alltaf með þeim hætti að hún minnist alltaf á Hamas eins og þeir séu eitthvað vandamál í þessu dæmi, sko, og sem að gefur svona í skinn einhverja réttlætingu á þessu þjóðarmorði og þessi svo gíslar sem að hún einhvern veginn talar eins og þessi eitthvað lykilatriði í þessu. Já, þetta er svona, hún að segja raunverulega að Palestínumenn hafi kallað þjóðarmorði yfir sig með því hafi ekki varpað af sér Hamas. Og með því varpi ekki af sér Hamas, að þá verður eiginlega búa við þjóðarmorð. Já, það er eiginlega textin sem ályktunin sem hægt að draga því sem hún segir og hún er náttúrulega bara að segja það sama og allir aðri leiðtogar allra aðra vestræna ríkja sem hafa komið sér saman að þetta sé línan, sko. Það er alveg rétt. En svo bara hefur verið mjög mikil sko Ísraels ríki hefur eitt alveg gríðarlegri orku og fjármunum
í að verjast sniðgöngunni og Ísrael náttúrulega í samhengi og samstarfi við Bandaríkin hafa gert það alveg sérstaklega þannig að sko sniðganga er bönnuð sniðganga á Ísrael er bönnuð mjög víða í Bandaríkjunum í alls konar samhengi í sumum ríkjum, það er bara bannað að sniðganga Ísrael og þá er ég að meina bara eins og að hætta að kaupa vörur þaðan út af því að það er Ísrael og sama má segja Þýskaland sérstaklega þannig að þarna er bara beinlínis efnislega búið að hindra fólk í því að sniðganga. Við tala nú ekki sko eitthvað ef að einhver sko lönd eða ríki myndi vilja taka upp einhverja sniðgöngu sko. Það er svona óravegur frá því. Ef ég má halda áfram að bera saman, að þá er kannski vendipunktur í afstöðu á Vesturlöndum til Suður-Afríku er kannski Soweto eða ekki, það sem að fóru út myndir að það sem að verið að myrða börn. Ég man ekki hvernig það var, 84, 85 eitthvað. Allavega var Ronald Reagan í forseti. Og hann er nú hefur verið teknir birtar upptökur af honum að tala leiðtoga Afríkuríkja sem apa. Hann var að tala við Nixon þegar hann var fylkisstjóri. Eftir sem áður að þá var andúðin svo gríðaleg sem að var á Vesturlöndum gagnvart framferði og svona augljósum af mennskun afríkanska stjórnvalda á svörtu fólki þetta er sjálfsagt að myrða börn að hann tók þátt í Ronald Reagan samþykkti viðskiptabann á Suður-Afríku og ég er bara að velta ég er ekki að rukka því þetta ég er bara að velta fyrir mér af hverju erum við svona skammt á við komið þegar við erum að horfa á raunverulega miklu hryllilegri atburði dag eftir dag Já. Og eiginlega eitthvað geti sagt hryðjuverk og Hamas og eitthvað fleira en ég meina afríska þjóðaráðið það var hryðjuverk skilgreint sér hryðjuverkasamtök. Já. Nelson Mandela satt í fangelsi fyrir hryðjuverk. Já. Ég meina ég bara brýt heilanum þetta bara mjög mikið sko. Já. Og þetta hluta af þessu er það hvernig fjölmiðlar og vestræn stjórnvöld sko, en alltaf lykilatriði þessu kannski áður en ég gleymi því er að Bandaríkin styðja Ísrael þú veist, þau styðja þjóðarmorðið þau vilja það, þetta er þeirra skoðun sko. Þú veist, og það eru kristnir síónistar sem eru kannski aðalþungin á bakvið þetta vegna þess að þeir eru miklu fleiri heldur en einu sinni gyðingar sem að auðvitað margir eru síónistar þannig að sko aflið sem að Bandaríkin hafa er auðvitað svo gigantískt sko og í fjölmiðlum og fréttamiðlar á öllum Vesturlöndum og kannski bara víðar sko þeir taka sitt sko frá þessum fréttaveitum Bandaríkjunum og BBC og þar er bara mjög ákveðin þar eru bara síónistar sko, sem að bara ákveða við ætlum að fjalla svona þetta þú veist á BBC er enn þann dag í dag alltaf talað heilbrigðisráðuneyti Hamas þegar eitthvað er talað dauðsföll sem að heilbrigðisyfirvöld á Gaza tilkynna og þetta er bara sérstaklega gert til þess að fólk gleymi því ekki þeirri hugmynd það sé Hamas að kenna þetta sé í gangi sko. Þetta er til þess að vefengja raunverulega allar upplýsingar sem koma frá stjórnvöldum Palestínu. Já, þetta er til þess að vefengja það og tengja það við hryðjuverk sko. Og hryðjuverkastimpillinn, hann er svo rosalega áhrifamikill að bara nota orðið sko terrorist, þetta eru bara terroristar. En síónistar eru hryðjuverkamenn? Vissulega. Og það er bara vitað í sögunni og það er bara viðurkennt í sögu Ísrael og ég meina fólk getur bara að lesa sögubækur. Já, þú veist, allt þetta má segja, fólk getur bara að lesa sér til, þetta er þarna allt saman, þú getur farið bara á Wikipedia, sko, þetta er ekki leyndarmál, en ef þú bara fylgist með fyrirsögnum fréttamiðlana dag eftir dag, þá bara veistu ekkert að þessu. Við höfum náttúrulega verið að fjalla þetta mál hérna við rauðborðið og eitt sem að við höfum verið að gera, við höfum verið að tína til svona sem eru merki þess að séu einhver viðhorfsbreyting á Vesturlöndum og þá erum við að tína til óttaleg sandkorn
og þú veist, einhver sagði eitthvað og eitthvað hlera. En samt samfella í þessari frásögn hjá okkur að það kannski ekki margir mánuður síðan að í fyrsta skipti mátti heyra það inn í breska þinginu. Verið að tala þjóðarmorðið af einhverju ákjafs. Og þá ræddum við það og þetta væri eiginlega sérstakt. Þannig að fyrir þann tíma að þá sá þingmaður sem hefði gert þetta, hann hefði kallað yfir sig gríðarlega árásir á sig persónulega. Og þú nefndir BBC og fjölmiðla og sömuleitt það þannig líka með fjölmiðlana. Það þessi ógn að ef að þú stígur fram og andmælir þessum söguþræði sem að Ísrael lobby eða hvað við erum að kalla það, setur fram, að þú kallar yfir þig. Algjörlega, þeir eru með mjög öflugt lobby og það bara gríðarlegur þrýstingur alltaf. Þú veist, leið og eitthvað gerist þá bara færðu á þig stimpil, þú veist, þú ert gyðingahattari, þið eru gyðingahattarar. Stuðningsmaður hryllilegra þið eru Hamas, þú veist, það er bara allt þetta. Þú styður þá sem að rista upp óléttar konur og grilla fóstrið. Já, allar þessar legar, þú veist, þú styður það greinilega og hvað er ég eftir? Ég er en það hefur orðið, ég menna að breytingin alveg rétt, þú veist, það eitthvað að hliðrast til. Þú veist, ég held að það var ekki bara í gær, og þá fór fram einhver leikur í einhverju keppni Evrópska knattspyrnusambandsins. Það er ekki úrslitaleikur meistaradeildarinnar eða eitthvað svo leið sem það voru, en þetta er einhver annar leikur. Þú ert ekki mikill sportisti yfir þig? Jú, ég horf alveg á fótbolta, Ég bara mér langar til þess að segja ekki UEFA, minnst það svo aðstæðlegt, en sem sagt þetta voru Tottenham og einhvern annan liðið sem ég man reyndar ekki hvað og það var borði á vellinum, ég veit ekki hvort þú sást þetta, það sem að voru risastórir borðar og þetta opinber leikur á vegum þessa knattspyrnusambands og þar stóð á borðanum eitthvað svona eins og Stop Killing Children. Og þetta hefur bæði til marks að það þú veist, það einhver breyting að verða, það bara, fólki ofbýður þetta því að þetta bara heldur áfram endalaust. En Evrópska knattspyrnusambandið hefur líka fengið á sig mikla gagnrýni vegna þess að gerandinn ekki nefndur. Og það á við náttúrulega óteljandi svona fréttir og fyrirsagnir sem að ég og fleiri höfum gagnrýnt mjög mikið, að þú veist að það talað hörmungar og það talað látin börn og það talað allt mögulegt og jafnvel talað að börn séu drepin, en gerandinn ekki nefndur, hann ekki dreginn til ábyrgðar í sjálfu, þú veist, á sjálfum borðanum, Þetta var úrslitaleikur í Supercup á vegum Evrópsku knattspyrnusambandsins á milli Tottenham og Paris Saint-Germain. Einmitt, en ég held að Supercup sé ekki svona en aðalkeppni. Nei, þetta er svona auka, þetta er oft svona í það sem eru sigurvegarar í öðrum keppnum koma saman, þetta er oft svona upphafið af sísoninu eða hvað að kalla það. Já, þetta er samt virðingar, þú veist, þetta er samt. Já, ég fletti þessu upp vegna þess að ég held að þetta væri kannski skotarnir eða sem mæta oft með palestínufána. Þetta ekki áhorfendur, þetta á vellinum, þetta á vegum sambandsins. Já, þetta er merkjum þessi sandkott sem við erum og sem að gæti verið breyting og við erum kannski of ungi til þess að muna eftir hugarfarsbreytingunni kringum Víetnamstríðið. En kannski getur eldra fólk reynt að bera þetta saman því að þar tókst að breyta einhver leyti hugarfari almennings sem að varpaði af sér stjórnarstefnu. En svo líka þú getur skoðað svona skoðanakannanir og annað þess áttar, að Ísrael nýtur ekki meiri hluta stuðnings í flestum vestrænum ríkjum, hvað þá annar staðar. Nei, valla meðal republikana í Bandaríkjunum, samkvæmt einni konu. Já, valla það. Þannig að þú veist, almenningur hefur, almennt séð tekið sér, það að minnstakosti á móti þessu þjóðarmorði, Og það sem að ég óttast síðan í framhaldinu einhvern veginn að það verður bara einhvern veginn látið lítið þannig út að þetta sé Netanyahu og það þurfa að losna við hann og svo þegar það er búið að losna við hann og hann er búin að bera einhver ábyrgð kannski
og einhverjir aðrir sko svona öfgamenn, að þá sé kannski bara allt í lagi og þá bara tökum við Ísrael í sátt aftur og þetta bara eiga þeir að fá að vera þannig í friði sko. Já. Sem ekki mín skoðun. Nei. En kannski gæti þú barist með fólki sem að væri með þá skoðun til þess að stoppa þjóðamorðið, til þess að koma mat til þeirra sem að svelta. Sjálfsögðu, það náttúrulega bara forgangsatriði númer 1 sko. Já, þannig að það ekki þannig að allir þurfi að vera með nákvæmlega sömu skilgreininguna á Ísrael, hvort að það sé En þetta með almenningsálitið og við erum til þess á Íslandi að þá hefur verið mikill stuðningur við Palestínu. Það var reynda að gera könnun núna hjá Gallup þar sem að kom í ljós að það voru eitthvað svona milli 40 og 50%, það náði ekki 50, svona 44 minnum %, sem að vildu harðari aðgerðir íslenska stjórnvalda til að stöðva þjóðamorðið. 33 eða svona cirka þriðjungur taldi að vera nóaðgert, en rétt rúmlega 15 taldi að við ætlum að gera minna. Við höfum gert of mikið gegn Ísrael. Og mér kom á óvart hvað þetta var raunverulega lítill stuðningur við Palestínu. Ég hefði fyrirfram spáð meiri afgerandi stuðningi. Já, ég hef nú ekki séð þetta, en ég meina, mér finnst þetta ekki svona í samræmi við aðrar kannanir sem hafa verið gerðar. Þetta sem sýnir oft svona 72% stuðning við frelsisbaráttu Palestínu. Já, einmitt. En það, þú veist, ég veit það ekki. Já. Kannski heldur fólk að sér verið að gera meir en verið að gera. Ég veit það ekki. En þetta alltaf mjög skrítið að 20% fólks vilji ekki gera neitt, sko. Það bara... Það oft 20% af fólki með mjög sérstakar skoðanir í könnunum. En ég að dvelja svolítið við þetta, því að þetta snýst afstaða almennings og svo erum við með stjórnvöld sem ekki að vinna í takt við almenning. Þetta mjög ábyrjandi til dæmis við förum bara til Bretlands eða eitthvað, þar sem að stjórnvöld að reyna að vera með harðlínustefnu og bara geta ekki farið með hana lengra vegna þess að út af andstöðu almennings. Og það að brotna undan þeim og þeir verða að breyta með einhverjum hætti og enda með að Keir Starmer sagðist alltaf viðurkenna Palestínu einhvern tímann í haust gegn einhverjum skilyrðum. Já. En hann svona að láta undan. Og þá var ég ennþá í spurningunni þarna með að á leiðinni til þess að fá stjórnvöld í okkar heimsluta til þess að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að stöðva þjóðamorðið. Að þá ætti að vera liður á þeirri leið að Háskóli Íslands rífur öll tengsl við Ísrael. Já. Hvað, nú fórst þú á mótmæltir þessum manni, en hefur þú gert eitthvað innan háskólans til þess að fá háskólan til þess að líklega þá háskólaráð til að samþykkja einhverja slíka ályktun? Já, sem sagt... Sem að myndi banna Gylfa Zoëga að bjóða ríkisborgar Ísrael. Einmitt, akkurat. Já. Ég hef í minni deild og nú veit ég ekki hvað ég að fara út í að útskýra skipulag háskólans, því að háskólinn mjög svona, hann svona svolítið svona eins og amaba eða ég veit ekki, sko, en það í raun og veru þannig að endanlegt forræði yfir kennslu og í raun og veru rannsóknum hjá deildum. Og í mín deild, sem ekki menntavísindasvið, heldur deild faggreina kennslu, sú deild hefur samþykkt sniðgöngu ályktun sem að ég stóð fyrir ásamt öðrum kennurum í minni deild. Og það eru aðrar deildir, að minnstakosti ein, og þetta fer frekar lágt, sko, þetta bara svona innan háskólans einhvern veginn, en ein önnur deild að minnstakosti, og ég held að allar deildir, og nú kemur í ljós að ég þekki ekki skipulagið alveg minnilega sjálfur, það annað 3 eða 4 deildir innan menntavísindasviðs, en allar deildir innan menntavísindasviðs, held ég örugglega, hafa samþykkt sniðgöngu ályktun, þar sem að deildin bara ákveður að hún muni sniðganga ísraelskar stofnanir. Og þessar... En bindur þessi ályktun starfsmennina, þannig að þeir mættu ekki? Ég veit ekki ég meina, ég held að deildin hafa ekkert vald til þess að gera neitt og að starfsmenn fari ekki eftir henni, ég meina, ég veit það ekki. En stjórnsviðsins eða háskólaráð hefði það vald að banna samskipti við Ísrael? Ég held að háskólinn, háskólaráð þyrfti þá líklega að samþykkja það, það yrði gert, já. Ég meina, ég gerir ráð fyrir því.
Ég veit samt ekki alveg nákvæmlega hvernig það hérna svona virkar lögfræðilega eða hvernig það útvært, en ég meina það er mjög sterk hérna yfirlýsing, ef það er þannig yfirlýsing að Háskóli Íslands ætlar að sniðganga við sniðgöngum og ef einhver síðan brýtur það þá er hann að gera það og ég meina Háskólinn getur ekki tekið viðkomandi og sett hann í fangelsi en ég meina hann getur sagt þetta er ekki í lagi, þetta er brota á því sem við höfum samþykkt og það væri mjög gott að fá eitthvað slíkt og það sem við erum að reyna að gera er að reyna að láta þetta láta fleiri deildir þá samþykja eitthvað svona til þess að auka þrýstingin og fara með það sem sagt upp á svið sem er sem sagt næsta level þar fyrir ofan og láta sviðið gefa út einhverja ályktun eða tilmæli eða svona einhvers konar bann eða sniðgöngu tilmæli og þá sviðin eða háskólinn þá allur myndi þá líka fara út í eitthvað svoleiðis, Og það er markmiðið að fá sem flestar stofnanir og fyrirbrigði bara í íslensku samfélagi til þess að gera slíkt og endanum Íslenska ríkið. Ég meina, ég gerir ráð fyrir því að ef við erum að hugsa þetta út frá einhverju virkni þá væri miklu öflugra ef að ríkisstjórn Íslands bara ákveður að setja viðskiptaþvinganir og bara hætta að flytja inn vörur frá Ísrael til dæmis. Jú, það getur verið á leiðinni til þess að komast þangað að þá er gott að háskóli myndi gera þetta og ríkisútvarpið. Já, ég meina við viljum bara allir hlutir. KSÍ og HSÍ og það saman. HSÍ, Körfuboltinn, Íþróttasamband Íslands og Ólympíu nefnd og og Eurovision og allar menningarstofnanir og allt svoleiðis, Og það er svona pólitísk barátta sem er öðruvísi heldur en kannski svona stjórnmál götunar þar sem þú mætir með palestíska fánan og klútinn á fund og það er svona eilítið munur á þessu vegna þess að í umræðinni hefur þú hefur líklega verið sakaður hvað heitir þetta? Það hægir bara dygðaskreitingu að það sé raunverulega þinn ávinningur er að koma á fundin, sýna þig sem andstæðing þjóðamáls og þar með er þitt erindi að lokið. Þú kannast við það hefur verið að gagnrýna þá sem eru að standa í mótmælum, að þeir séu raunverulega ekki í mótmælum til þess að ná fram einhverju breytingu á einhverju ástandi, heldur séu þau að merkja sjálfa sig inn í samfélaginu fyrir einhverju dygðir. Já, ég meina þú getur þá bara mert hvert sem ætlar að gera eitthvað gagn þannig, ég meina. En þetta er mjög áberandi í kringum akkurat þetta mál. Já. Það sem þegar ég nefndi við að hvort væri koma hingað þá vildi ég fá að tala við þessi svona óskaanstæðing þeirra helstu síónistana á Íslandi sem að nota meðal annars þessi rök til þess að grafa undan þínu málstað. Það sé eiginlega ekki að marka þig af því að þú ert raunverulega bara að flagga góðmennskuðinni. Já, ég er bara að reyna að öðlast vinsældir einhvern veginn til þess að ég veit ekki. Ég veit ekki hvað hagi þetta beinlínis hafa þessu en það er líka vegna þess að það er áhætta svona, ég meina það sem að ég til dæmis lendi í núna, þar sem að það skrifaður leiðarum í Morgunblaðinu sem er miðill sem hann er til 1000 manna þó að kannski meiri hluti Íslendinga viti að maður tæki ekki marka á því sem stendur þar. Það er gerðar birtar fréttir af mér eða fréttir mig og myndir af mér með orðinu gyðingahattari á Vísi. Það er fjallað í Bítunu á Bylgjunni þar sem að Þórarinn Hjartarson hatturs hlaðvarpari fær að níða mig með því að lýsa einhverju þvælu yfir mínar rannsóknir og kennslu sem að koma þessum mála ekkert við einu sinni og fyrir utan Hannes Holmstein Gissurarson sem verðist vera að koma með mig á heilan og tekur skjáskot af því sem ég skrifa á Facebook og birtir annar staðar á öðrum þráðum. Ég meina að þetta er ekki skemmtilegt Þetta er ekki hagur fyrir mig. Nei. Þetta er ekki eitthvað sem ég óska mér. Og svona í stærra samhengi þá náttúrulega bara er ástæðan fyrir því að mjög margir sögðu mjög lítið, mjög lengi og kannski ennþá er ótti við einhvers konar refsingu. Við vorum að ræða hérna áðan þegar ég var að taka dæmi af bresku þingmönnunum eða blaðamönnum. Já. Það er ótti við að fá þetta yfir sig. Já, en það er líka ótti við að missa einhverjum tækifærum að vera útilokaður. Þú veist, bara að fá ekki fyrir utan að verða þetta rekin eins og hefur verið kallað eftir með mig.
að fá ekki einhver tækifæri, fá ekki einhver styrki, fá ekki að koma á einhverja ráðstefnu eða, þú veist, greininni er að hafna einhver staðar af því að það eru einhverjir sem eru hliðhollir síónismannum sem að sjá, já, þessi, þannig nú á móti Ísrael. Við skulum bara ekkert vera að láta hann fá, sko. Og svo hringurinn umverulega svo stór að það líka þannig að, já, Ingólfur ekki, það alltaf eitthvað vesinn í kringum hann, skilur, þannig að þetta getur líka kallað yfir svona einhvers konar útilokun eða takmarkaðri tækifæri út af þeim illindum sem að andstæðinga þínir magna upp. Þegar ég býst ekki við að þú hafi verið að ráðast á Hannes og Þórarinn og... Ekki þannig, sko. Ég meina, ég bara getur vel verið að ég hafa einhvern tímann mótmælt Hannesi eða einhver sem hann segir mjög kröftulega, sko, en ég meina, ég held ég hafa nú aldrei sagt neitt um hennan Þórarinn, sko. Ég aldrei bara get vitað af honum. En þú veist, en það er mjög fyndið kannski að þessir hægri menn sem að dygða skreita sig þá geti ég sagt með því að þykjast vera miklir málsvarar málsfrelsis og móti slaufun og allir svo leiðis. Þeir vilja slaufa mér. Þeir vilja láta reka mig. Já, þeir eru harðastir í slaufunum. Já, og það er sko raunverulegt. Það er ekki einhver svona slaufun neytenda á einhverjum tónlistamanni eða einhverjum fyrirlesara eins og menn hafa miklar áhyggjur af, sko. Heldur það raunverulega slaufun á vegum valds, sko, bara sem að getur bara beinlínis rekið þig. Þú ættu þá að vísa til bara Íslandssögunnar sem að það sem að langan tíma þá gátu hægri menn beitt svona slaufunum á þau sem voru óæskilega skoðanir. Að fólk fekk ekki lán eða ekki uppgang í starfi og þannig ég hef tekið þessu dæma því að í grunnskólum Reykjavíkur sem að hétu kannski bara barnaskólandi þá að þá var aldrei yfirkennari sem ekki var sjálfstæðismaður. Vinstri menn komust ekki, þeir máttu kenna en þeir gáttu aldrei fengið stjórnunarstöðu. Menn fengi ekki lán, menn fengi ekki lóð, menn fengi ekki að fara í nám til Bandaríkjanna og þar fram með til götum. Já, þetta er allt rétt og bara takk fyrir að rifja þetta upp. Þetta var ekki það sem ég hafði í huga, sko, en já, þetta er allt rétt. En ég er kannski að vísa í það sem hefur gerst meira erlendis, eins og í Bandaríkjanum og Þýskalandi og Bretlandi, sko, að akademíski starfsmenn eru reknir fyrir að tjá sig gegn Ísrael. Bara bókstaflega reknir og sumum og mörgum fundum og fyrirlesturum hefur verið aflýst í Þýskalandi þar sem að fræðimenn hafa viljað koma til þess að ræða Ísrael og Palestínu og þeim er aflýst og eins og með Ghassan Abu Sitta sem er frá Bretlandi að honum var beinlínis bannað að koma til Þýskalands þegar hann átti að fara að halda þar erindi. Þú veist, þannig að þú veist, fræðimennum allan heim, þú veist, óttast þetta. Já, en þá getur eitthvað sagt, það er ekki alltaf þannig að illt skal mýtlu útreka. Þannig ef við ætlum að svara slaufunum á þá sem að vilja fá að tala þjóðamorðið eða frelsisbaráttu Palestínumanna inn í háskólasamfélaginu í Þýskalandi eða í Bandaríkjunum og þeir fá það ekki, þá kannski ekki svarið okkur, Ingólfur, að stoppa ríkisborgara Ísrael til þess að tala gervigreind. Já, það er bara ekki sambarlegt, sko. Það er bara, það er réttlætanlegt að slaufa þeim sem eru að vinna í þágu þjóðamorðs en ekki mér, sko, ekki öðrum. Þetta er ekki svona abstrakt lögmál þar sem að gildir bara samum alla, sko. Þú veist. Þannig að þú ert ekki að segja að það sé brot gegn tjáningafrelsi að viðkomandi fá ekki að fara til Þýskalands. Heldur það einfallega bara stuðningur við þjóðarmorðið að banna það. Já, það er það náttúrulega. Þetta er ekki málfrelsismál eins og... Já, þú veist, auðvitað kannski getur fólk kynnt sér hvað hann hefur að segja. Ég meina það getur hlustað á hann á öðrum vettvangi. En þetta er það sem ég er að segja málfrelsi er að, þú veist, málfrelsi er ekki þær aðstæður að það sé fólk í einhverju svona jafnri stöðu og allir geti annarkvort tjáð sig eða ekki tjáð sig. Það skiptir öllu máli á hvaða vettvangi úr hvaða stöðu og þú veist hvaða vægi það hefur að vera í þeirri stöðu og í raun og veru sko hver hlustar, hver er hvernig færðu fólk til að hlusta á þig
ef þú færð slott á bylgjunni þá eru einhverju þúsundum manna sem að hlusta á þig. Ef þú færð að halda fyrirlestur við Humboldt háskóla í Þýskalandi að þá gefur það einhverja svona vikt og vægi og þá veit fólk annars staðar, já, þetta er eitthvað sem við þurfum að hlusta á, þetta er mikilvægt og þetta er traust og trúverðugt og hefur einhvern svona status. En þú veist, það er ekki að sama að fara út á götu og byrja sko, að tala bara við fólk þar, sko. Nei. Þannig að við erum, sko, þú veist, það skiptir máli vettvangurinn. Það er það sem og samhengið og samhengið, sko. Dægurlag kannski skiptir ekki máli í sjálfum sér en dægurlag á vegum Ísraels í Eurovision hefur bara allt aðra merkingu. Algjörlega frábært dæmi. Sérstaklega þegar það er í gangi sko, apartheid og þjóðamáls. Já, þetta er bara dæmi sem að mér var datt í hug sjálfum, sko, að þú veist, ef einhver Ísraeli vill senda eitthvað dægurlag og fólk getur hlustað á það einhvern veginn, hann getur sett það á Bandcamp eða einhverja vefsíðu, Spotify, whatever, sko. Það er allt annað heldur en að hafa hann í Eurovision. Það var kosningum rektor í vor eða síðlega vetrar eða vor og þau komu hingað sem að buðu sig fram í þetta verk og meðal annars Silja Bára og líka Magnús Karl og það kom alltaf inn umræðina því að þá var Trump að þrengja að háskólum í Bandaríkjunum og það var verið að reka nemendur sem höfðu tekið þátt í mótmælum gegn þjóðamorðinu og það var verið að hóta því og sem síðar varð að draga tilbaka fjárveitingar ef að háskólarnir hegðuðu sér ekki í takt við vilja stjórnvalda. Og þetta kom svolítið til umræðu hér og hvort að við byggjum einhvern veginn við sömu ógnir en líka, þú veist, hvort að við þurfum að taka tillit til þess einhvern veginn, hvort að það væri hlutverk háskólans að taka þátt í andstöðu gegn þessu. En svo náttúrulega Íslendingar með tengsl við háskólasamfélagið í Bandaríkjunum og maður velti fyrir sér sko ef að Háskóli Íslands myndi gera þess að þú vilt hvort að það geti haft einhverja afleiðingar fyrir háskólan. Hvort að sá sem er rektor sjáu fram á það að auðvitað væri þetta skref sem við myndum vilja stíga. En hins vegar það þannig að það geti kallað yfir okkur að væri rofin tengsl við bandaríska háskólasamfélagið og þetta geti valdið prófessorum og öðrum starfsmönnum háskólans erfiðleikum, fengi ekki að fara til Bandaríkjanna og þar fram til götunum. Heldur að sé eitthvað slík sjónarmið sem er í gangi að þessi öfl séu bara svo sterk að háskólinn sé ekki alveg frjáls með að taka afstöðu. Já, ég held að þetta sé sjónarmið sem að þarf að hugsa sko. Og ég myndi ekkit útiloka að það yrði einhverjar refsingar á móti. En já, ég meina mín afstaða væri að við ættum samt sem aðra að gera það sem er rétt, sko, en Þú vilt stíga yfir þröskuldin, ég er bara að velta fyrir mig hvort að þröskuldin sé þarna og hvort hann geti truflað ákvörðun. Það er alveg örugglega eitthvað sem að fólk hugsar sko. Og en sko þetta sjálfstæði háskóla og þú veist, akademískt frelsi sem svona hugtak og markmið verður til í Þýskalandi þar sem að það var í raun og veru notað til þess að reyna að losa, slíta á það að háskólanir væri bara að vinna í þágu stjórnvalda þar þá. Þannig að hugmyndin var að háskólakennarar, rannsakendur yrðu ekki háðir vilja ráðamanna, sko. Það er svona grundvallaratriði í akademísku frelsi. En það er alveg örugglega ekki þannig í reynd að það ríki þetta algjara akademíska frelsi neinstaðar, sko, af því að háskólar eru allstaðar háðir peningum, fjárframlegum, hvort sem þeir eru einkareknir eða ríkisreknir og ef þeir eru eða einhver blanda því, sko, þannig að háskólarnir í Bandaríkjunum, eins og þú varst að nefna, hafa aldeilis fengið að finna fyrir því hvað gerist ef þeir eru ekki þóknanlegir stjórnvöldum, að þá geta stjórnvöld skorið niður fjármuni og í raun og veru þvingað háskólana þá til þess að beina rannsóknum og kennslu í einhverjar ákveðnar áttir og í Vestur-Evrópu er kannski meira
ríkisháskóla og þetta víðar heim, sko. Og þar alltaf svona undirliggjandi einhver valdatengslana, þar sem að háskóla fólk veit að það getur ekki alveg kannski verið öruggt það að ríkið mun ekki beita sér einhvern veginn með einhverjum breytingum á fjárframlagi og þetta hérna kannski misjandi eftir löndum og ég held að skipti máli ég veit bara til dæmis í Svíþjóð þar hefur orðið dálítið svona rekistefna eiginlega það hver beri ábyrgð á því hvort háskólar taki einhver afstöðu með Palestínu eða á móti þessu þjóðamorði vegna þess að svona háskólarnir hafa einhvern veginn jafnvel bara opinberlega einhvern veginn sagt að í raun og veru getur þeir ekki tekin eina afstöðu nema að sé komið einhvers konar grænt ljós frá ríkisvaldinu. Á meðan segir ríkisvaldið en háskólarnir eru frjálsir, þeir eiga að taka sína eigin afstöðu. Þannig að þetta það er svona svolítið furðulegt samband, sko. En það má kannski segja að það er kannski þó að ég segi að best væri bara að Háskóli Íslands ákveður bara algjörlega slíta öll tengsl, algjör sniðganga, hvað sem það kostar, en auðvitað er hægt að gera, það er kannski stórt róf þar sem að, það er hægt að gera eitthvað en kannski ekki annað og það er hægt að setja einhverja fyrirvara og það er hægt að finna eitthvað sem að okkur eða háskólaráði myndi finnast svona minnka líkundur á því að Bandaríkin myndi bara hefna sín með einhverjum refsiaðgerðum, sko. Ég meina það hafa margir háskólar út í heimi samþykkt einhvers konar sniðgöngu eða man aldrei íslenska orðið sem það fundið upp fyrir divestment, að taka fjármuni út úr einhverjum fjárfestingum, en það er svo furðulegt að bandarískir háskólar til dæmis fjárfesta mjög mikið í alls konar hlutum út allan heim virðist vera og háskólar annars staðar. Og sumir háskólar hafa sem sagt tekið fjármuni út úr ísraelskum fyrirtækjum og og gert svona einhverjar sniðgöngu ráðstafanir og stundum þetta svona eins og að við munum ekki starfa með þeim sem eru á hernumdu landi og þá verður það að tala land sem var hernumið 1967, svo Vesturbakkanum eða Gaza. Það er til dæmis einn háskóli í Ísrael sem heitir Ariel háskóli sem er byggður á Vesturbakkanum eða á ólöglega teknu landi og það kannski áhugavert að koma fram að sá háskóli var útibú frá Bar Ilan háskólanum sem hann einmitt frá hann fyrirlesaran okkar góði, sko. Og hann er markvisst búinn til, settur upp einhvers staðar á óbyggðulandi, á hernumdulandi til þess að síðan byggja upp stúdendagarða og byggja í raun og veru upp borga eða þéttbýli og samfélag á þessu stolna landi. Þannig að háskólarum er beitt þannig beinlínis í landvinningarskyni í Ísrael. Og það er kannski einhver háskólar á Vesturlöndum sem hafa sagt við munum ekki starfa með neinum fræðamönnum í þannig háskólum en fara kannski ekki alla leið með Ísrael. Svo er takmarkanir á frelsi háskólana getur verið formlegt eins og þú ert að benda á, getur verið stuðningur eða afstaða ríkisvaldsins, það er líka samfélagslegt og mér finnst það nú stundum að prófessorarnir og starfsmenn háskólans mættu nú aðeins vera frjálsari í tjáningu í samfélaginu. Mér finnst oft ríkja svona ótti og uggur við að hvernig er tekið á málunum og hvort að sé við hæfi að ég sé að segja þetta og menn svona skreppa yfir með ákaflega mikla innri ritskoðun sem ég býst við að sé byggð upp í kringum kannski svona áróður eins og beint gegn þér að menn eigi ekki að vera að tjá sig nema svona þrengstu fræði og sé ekki vinsælt að vera að tjá sig út í samfélaginu og sumurleyti er bara valdabarátta í samfélaginu á milli einhverja þekkingar sem að verður til innan háskólasamfélagsins og svo þekkingar sem er verið að dreifa út úr svona think tank auðurs fólks og áróðursmaskína eins og viðskiptaráðs eða SA og nóg til af þessu í Íslandi og ég held að háskólinn sé nú bara hálfgett kot við hliðina á þessum batteríum í íslenskri umræðu almennt. Þannig að mér finnst þessi innri ritskoðun háskólana að háskólafólki gæti kannski nýtt betur það frelsi sem er þó hugmyndin að þau hafi til að geta tekið þátt í heiðarlegri og opinskári umræðu. Já, ég held að bara í samfélaginu eða í þessu áróðustríði eða hvað maður kalla að
það er rosalega auðvelt að ráðast á háskólaprófessor sem að segir eitthvað sem er kannski ekki staðfest af rannsóknum eitthvað svo leið. Leið og þú ferð að segja eitthvað, þá er þetta bara einhver skoðun og þá ert þú að fara út fyrir þitt verksvið og þá er svona mjög auðvelt að berja á þér út af því, Því þú kemur auðvitað fram sem einhvers konar fræðimaður og það hefur... Þú ert líka borgari, Já, einmitt. Okkur ber að taka þátt í mótun samfélagsins. Algjörlega. Og tala nú ekki frammi fyrir svona fyrirbrigðum eins og þjóðamorðin og Gaza. Það ber okkur að taka þátt. Einmitt. Ég held bara að margir leggi ekki í það því að þeir vita að það mun alltaf koma svona högg á einhvern hátt, Eins og þú hefur fundið fyrir. Það sem að þú ert svona skammaður fyrir að segja eitthvað eitthvað sem er ekki þitt endilega sérsvið eða eitthvað svoleiðis og stundum svo eru kannski aðrir prófessor sem að verða kannski bara mjög frægir fyrir það að tala lýsa yfir mjög sterkum skoðunum og alls konar hlutum sem þeir hafa ekkert vita á en reyna að nota áru fræðimannsins til þess að auka svona slagkraftinn. Þannig að þetta er bara þetta er svolítið svona trikki. Já, svona eins og að Snorri Sturluson hefði kosið Sjálfstæðisflokkinn og stutt Davíð Oddsson ef hann hefði verið á lífi. Já, einmitt. Já, ég veit eitt sem hefur gert það. Já, hann hefur líka lýst í að Jesús hefði verið frjálshyggjumaður. Jesús sé eiginlega sami maðurinn. Já. Það er nú ekki hægt að hlæja því vegna þess að það er eiginlega allir sem að skrifa Jesú og fjalla Jesú eru eiginlega að reyna að sannfæra okkur að Jesú sé eiginlega eins og þeir. Já, það er sannlega rétt, já. Herðu, akademískt frelsi. Nú, þeir sem hafa gagnrýnt mótmælin og þetta fundarrof, þeir segja þetta svo, einhverjir þeirra. Þeir segja að það má vel vera að þetta sé góðu málstaður hjá þér, Ingólfur. Og auðvitað, ég kannski er á móti þjóðamorðin líka og er andstæðingur síónista og allt það. En hins vegar verður við að vernda það sem er mikilvægast í okkar samfélagi. Og það sem er mikilvægast í okkar samfélagi er málfrelsi og tjáningafrelsi og fundafrelsi og akademískt frelsi. Þannig að þín mótmæli, þú getur unnið því að fá háskólann til þess að samþykkja sniðgöngu og öðrum hætti. En þegar að þú ert komin og ert byrjað að rjúfa fundi og trufla fundi, eðlileg samskipti manna, skoðanaskipti, sem að háskólinn byggir á og bara okkar samfélag byggir á og við verðum að geta átt skoðanaskipti, að þá ert þú að eyðileggja í þínu heilaga stríði, eyðileggja kannski verðmæti sem eru jafn heilug eða heilagri. Hverju svararðu þessu? Ég er með nokkur svör við þessu. Í fyrsta lagi er þjóðarmorð algjörlega einstakt fyrirbæri og það er þessi virði að brjóta ýmis önnur lög til þess að reyna að hafa einhver hindrandi áhrif á það með einhverjum hætti. Þið ber að gera allt sem í þínu valdi stendur. Mér ber að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að reyna að stöðva það eða draga úr því eða hversu lítið sem það er ef það gerir það og ef það er hægt að rökstyðja að það hafi einhverja meiningu í þeirri viðleitni og þá er ég bara alveg tilbúin að taka á mig stöðumæla sekt eða eitthvað annað Ég meina það var ekki neitt ofbeldi að ræða skilur það var ekkert líkamlegt fór fram ekkert var skemmt það var ekkert slíkt að ræða og síðan myndi ég vilja þá hefja svona umræðu hvað er eiginlega átt við með málfrelsi eins og ég var að koma kannski aðeins inn á áðan það er ekki verið að þagga niður í einhverjum þegar við erum að neita honum tiltekin vettvang og það þetta þannig að flest kannski almenningur á Íslandi hann hefur ekki aðgang að því að halda fyrirlestur á háskólavettvangi það er völdum misskipt í þessu. En ef ég reyna að hugsa eins og gagnrýnendur þínir, að þá getur þeir sagt þessu, já þú ert búin að taka dæmi það að þessi vettvangur hafi verið og viðurkendur. Hann má mæta í hlaðvarpi hjá Þórarni Hjaltarsyni, en þetta er viðurkendur. En þá erum við komin með svona samfélag þar sem er viðurkendur vettvangur og líklega RÚV skildir öðru máli heldur en Þar inni mega bara vera viðurkendar skoðanir sem falla þér að skapi. Ég ræði náttúrulega ekki hvað
hvað er skoðanir, sko. Nei, en þú ert að segja að... Já, sko, skoðanirnar skiptir... Skoðanar, kannski mikilvægast að skoðanarskiptin inn á þessum viðurkendu vettvangi. Já. Því annað bara hróp í einhverjum skotgröfum. En þannig það, sko. Það þannig sem að fólk lítur á hlutina. Þannig það. En, þú veist, það ekki skoðanirnar sem við erum að mótmæla. Við erum ekki að mótmæla skoðanum eins og gervigreind. Ég veit ekkert hvaða skoðanir það eru. Við erum bara að mótmæla því að ísraelskur fræðimaður fái vettvang Háskóla Íslands til að tjá sig. Að sjálfsögðu myndi ég mótmæla sjálfsagt á öðrum vettvangi líka, en ég meina, ég hef samt ekkert að segja það hvað hann segir í einhverjum lokuðum rýmum, sko. Ég meina, ég ekki að móti því að hann komi sínum hugmyndum gervigreind á framfæri einhvern veginn. Ég meina, hann getur gert það. Herðu, talandi svona, að okkur byrja að gera allt sem í okkar allir stendur. Ég stundum ekki dæmiði þegar maður að labba í göngu með, til stuðnings baráttu Palestínumanna og gegn þjóðamorðinu, að það var svolítið sérstakt að við sem erum í göngunni erum eiginlega með sömu kröfur og alþjóðadómstóllinn og svona alþjóðasamfélagið ætti að hafa. Já. En það furðulega að þetta bara einhverjur hópur hér fyrir utan sem að líta á þetta eins og þetta séu einhver svona hliðarskoðanir. Þetta ætti að vera ríkjandi skoðanir í okkar heimsluta. Það eitt. En ég tók eftir því að mjög fljótlega þá stekst þú fram og varst að posta á Facebook og gott ef ég varst ekki bara að reyna að posta eitthvað hverju degi eða eitthvað. Já, einhvern veginn var það mjög nála því alveg. Já, ég held að ég sé bara með það nokkurn veginn, sko. Já. Af hverju? Hvernig veit maður nákvæmlega ástæða þess sem maður gerir, sko. Ég veit það ekki, en þetta einhver, kannski þetta... Já, ég hef sagt, þú veist, ég kannski ætla ekki að gera neitt þennan daginn, sko. Ég kannski bara tek mér frí frá því að posta. Og svo ég bara eitthvað að skrolla á netinu og eitthvað og rekst á eitthvað. Og mér bara finnst, ég verð að segja frá þessu, ég bara verð að koma svo út, sko. Þannig að, og þetta er á einhvern nátt, sko, einhver vettvangur til þess að bara hugsa upp á þetta, bara til þess að skrásetja og segja. Þú veist, þetta bara eitthvað sem mér liggur bara greinilega mjög mikið á hjarta. Ég bara átta mig ekki alveg á því, þú veist, af því að ég meina ég á vini sem að segjast ekki alveg eru ósammála mér það að þetta skipti einhverju máli, þar að segja það skipti engu máli hvað eða við segjum, sko, þetta verði ekki stöðvað og náttúrulega reynslan hingað til kannski bendi til þess að það skipti engu máli. En ég hef svona haft á afstöðu að ég bara einhvern veginn verð að gera þetta þó að þetta muni ekki kannski á endanum skipta neinu máli. Eitt það að gera sitt, en síðan tekja þér á þér og það eru fáinir aðrir sem að mér finnst vera að gera það með svipuðum hætti. Að það þarna að vera að skrá sögu sem ekki sögð í samfélaginu. Og það hlýtur að benda til eitthvað svona eiginlega meinsemdar í okkar samfélagi. Að þeir sem að bera mest ábyrgðin á að halda fram með réttri sögu, eins og Ríkisútvarpið, ég veit ekki hvort þess að þetta gera kröfur til Morgunblaðsins, að þessi saga ekki sögð þar. Nei. Og sagan sem sögð þar, hún ótrúlega skökk. Hún bara alveg gjörsamlega fáránleg. Og ég var alveg, ég veit ekki hvort það var dregið úr því núna, en á tímabili var ég, að það skildi alltaf koma ráðamaður í Ísrael í hverjum einasta kvöldfréttatíma Ríkissjónvarpsins til þess að réttlæta sínar aðgerðir. Ég bara náði ekki, af hverju þetta svona? Af hverju þessi maður þetta? Akkurat. Að réttlæta morð, barnamorð, þjóðamorð. Aldrei talsmaður Palestínumanna. Já, þetta bara, þú veist, þú getur sett í samhengi við málfrelsi. Ég meina, hver hefur málfrelsi hér? Hverjum veittur einhver vettvangur til þess að koma sínu á framfæri? Það þessum Ísraelsmönnum. Palestínumenn hafa þeir ekkert málfrelsi. Ég meina, þú getur sagt, einhverjum abstrakt skilningi hafa þeir málfrelsi. Það gæti komið Palestínumaður, hann gæti talað, hann gæti farið á Austurvöll og talað og kannski gæti hann beðið mig eða einhvern svona vinsamlegan að búa til atburðið Háskóla Íslands. En hann ekki í RÚV á hverju kvöldi, sko, eða neitt. Með táknmyndir síns ríkis. Og þú veist, ég hef líka, kannski ekki frá upphafi, en svona farið að hugsa að það sem að ég hafi eitthvað annað fram að færa heldur en bara það sem að, þú veist, það eru þetta mjög margir núna að posta
fréttum og hneykslan og tilfinningum og svona, en að ég gæti kannski reynt að kynna fyrir fólki hluti sem að ekki allir kannski hafa beinan aðganga eða hugmynd sem eins og til dæmis fræðilega greinar og svoleiðis, rannsóknir sem að umhverfi sem ég þekki ágætlega sem háskólamaður og þess vegna hef ég mjög oft postað sagt frá einhverjum greinum sem að birtast í ritrýndum vísindatímaritum og meðal annars eru til rannsóknir og eru þetta að fara fram núna, það er ekki náttúrulega búið að birta á fjölmiðlun, á New York Times og BBC og fleiri svona virtum miðlum sem eru svona búa til söguna svolítið og ég meina allar þær rannsóknir sína að hallinn er alveg gigantískur á það sem mikill munur á Ísrael og Palestínu, hvernig sagt frá hlutum bara þú veist eitthvað eins og þú telur hversu oft talað hvern látin Ísraelsmann á móti Palestínumanni, þá það svona alveg 100-falt eða ég veit ekki hvað komið upp í núna sko. Bara líf þeirra verðmættara. Líf þeirra bara miklu verðmættara og annað sem gert að greina lýsingarorðin sem eru notuð sko. Þú veist, talað bara að einhver hafi fallið eða talað að það hafi einhver hafi verið drepinn með hryllilegum hætti eitthvað svoleiðis og ég man ennþá eftir einhverjum morgunþætti á Rás 1 þar sem ég heyrði Boga Ágústsson útskýra að þetta hefði nú allt hafist með skelfilegri hryðjuverka árás Hamas og þú veist, og það að nota orðið skelfilegt eða hryllilegt eða blóðbað eða þú veist, öll þessi lýsingarorð og það er bara sýna það og telja, það er bara gert þegar Hamas gerir eitthvað þá er það hryllilegt, skelfilegt hræðilegt og þeir bara fara líka við sko, maður sér bara í þessum yfirlýsingum að þessara ráðherra stundum að þeir fara bara í sko orðabókina til þess að reyna að finna nógu sterk orð til þess að lýsa Hamas og á meðan sko Ísraelsmenn eru bara í einhverjum aðgerðum og Ísraelsmenn segja að þetta hafi verið hryðjuverkamaður og hann tengist Hamas og bla 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 og þetta er bara alveg svakalegt. Hafna meins að hafi verið árás eins og Bjarni Ben gerði þarna á blaðamannafundinum. Sagður árás. Já, sagður árás. Það þeirra verið að drepa fjölda fólks. Já, akkurat. Og það sem eins og þú nefndi sko þú veist, maður myndi vilja og eiginlega skil ég bara ekki alveg hvað Ríkisútvarpið hefur staðið sig illa í þessu. En ég held að það stafi bara því að þeir herma eftir BBC og New York Times og svo bara, þú veist, AP og Reuters kom eitthvað svona inn í þetta. En það sem ég ætlaði að segja var, sko, Morgunblaðið, þó að svo ég segi, flestir vita að það er ekkert að marka það sem stendur í Morgunblaðinu í dag, þá er það samt einhvers konar paper of record, sko, og það er geymt á tímarit.is og fólk mun í framtíðinni geta flett Morgunblaðinu á tímarit.is og sé þar fjöldan allar af leiðurum sem að réttlæta þetta þjóðamorð og segja ég sé gyðingahatari og þannig að já, mér finnst það að vera þetta er eitthvað. Talandi svona framtíðina að skoða samtíman. Við höfum skoðað fortíðina og við vitum að Íslands stjórnvöld hefðu getað staðið sér svo miklu betur varðandi þjóðamorðinu í Þriðja ríki Þýskalands. Já, ég meina þar brugðust Íslands stjórnvöld. Já, þú menar eins og að taka móti flóttamönnum og það ég held að sé svona þótt að við höfum kannski ekki gert svona stórt uppgjör að það verða svona svolítið vitað í þjóðarsálinni að þarna brugðust við og hefum getað staðið okkur betur. Það hefur ekki að hafa áhrif á okkur í dag. Þannig að þessi hugmyndum aldrei aftur svona hugmyndin, hún einhvern veginn virkar ekki og kannski það tengt þessum rasisma sem þú varst að vitna í að það eigi bara við ef það beinist gagnvart einhverju sem við getum skilgreint sem hvítt fólk, að það verður aldrei aftur. Já, ég meina ég ætla ekki að útiloka að það verði einhverjir hvítir líka fyrir því í framtíðinni sko. Ég meina það er bara einhvern veginn er einn hópur tekin fyrir útilokaður, afmennskaður og eins og ég segi, Arabar hafa verið afmennskaður alveg hreint sundur og saman. Bara svo hugmynd sem að fólk hefur af arabískum kallmanni er bara, þú veist, það er bara helmingslíkur á þetta sé hryðjuverkamaður, það er bara það sem að fólk hugsar, held ég.
lemur konuna sína Já, sjálfsagt, sko, og börnin sín. kúar konur og lemur börn, sko. Þú veist, þetta er bara hugmynd sem fólk hefur og það bara er tilbúið til þess að skrifa upp á loftárásir á Íran til þess að bjarga konunum þar, sko. Þú veist, þetta er bara, þú veist, svo frámunalegt að já. Herru, en aðeins varandi svona borgarlega skildur og þú ert að posta þessu og með einhvern veginn að skrá söguna. Kannski bara, ekki, þú ekki sem stöðu og morgunblæði sem geymt á tímarit.is Ekki alveg, sko. Þú ert að hrópa bara svona, opnar gluggan og hrópar eitthvað út og telur þið byrja skildi til þess. Og þú varst að segja að viniðinni segja stundu hvernig stendur í þessu, þetta hefur engin áhrif. Við vitum þá í baráttu það oft þannig að fólk gefst upp, sko rétt áður en að sigurinn vinnst. Það er allavega til svo kenning að fólk gefst oft upp að þrautseigjan sem getur unnið. Hvernig sér þú fyrir þér að mál geti þróast? Hefurðu trú á því að ég talaði við hann Kusai Odei sem núna staddur í Jerúsalem og hann sagði þetta verður ekki stoppað nema með hervaldi. Og hann var eiginlega búinn að missa alla trú á einhver svona viðsnúning alþjóðasamfélagsins og eitthvað svoleiðis. Nei, það verður ekki hægt að stoppa Ísraelsmenn og þeir munu ekki láta stoppa sig. Þeim er alveg sama þótt að hendur þeim út úr Eurovision og ég verð að svekkja þeim með því að þeim er alveg sama þótt að hann Epstein fá ekki að koma hingað og halda fyrirlestur. Þeim er alveg sama. Og þeir þola alveg að komi fólk heim og segja það er allir á móti okkur, það er bara fínt. Eina leiðin til þess að þetta verði stoppað er að komi ykkur her og gangi á milli og reki ísraelska herinn út úr Palestínu. Já. Ég er ekki að segja að þetta ég er bara að lýsa hvaða tilfinningar hann hefur, hann er á Vesturbakkanum og það er náttúrulega miklu harðari aðgerði núna heldur en verið bara áratugum saman, hryllingur í gangi þar. Já. Nei, ég þekki Kusai, þetta er alveg, þú veist, ég bara hugsa, þú veist, mínar máttlausu aðgerðir séu einhvers konar örlítið korn í einhvern mæli einhvers staðar. Til dæmis bara til þess að auka þá þann stuðning sem að, þú veist, til þess að það sé hægt að beita hervaldi, þá þarf líka einhverja stemningu og samþykki. Leiðin að því. En ég meina, ég veit það ekki. En sérðu fyrir þér einhvern veginn hvernig þetta getur endað? Ég bara sé það ekki og ég hef ekki hugmynd um það og í rauninni, ég meina eins og kannski margir, þá hélt ég eftir 7. október að nú myndu Ísraelsmenn hefna sín og þeir myndu ganga eins langt og þeir gætu í því að eyðileggja Gaza en að á einhverjum punkti hlyti jafnvel bandaríkjamenn sem að geta þetta bara sagt stopp og þá er þetta búið. Þeim hlyti að ofbjóða. Það getur ekki annað verið á einhverjum tímapunkti. Það hefur ekki gerst ennþá. Og Biden fór bara algjörlega af heilum huga í það að styðja Ísrael í þessu þjóðamorði og já, maður hélt kannski að þetta myndi standa í nokkra vikur og það eru kannski 1000 drepnar og gríðarlega eyðilegging en svo myndi Bandaríkin segja ok, nú er þetta komið gott og við höfum nú ennþá svona eitthvað ætlum að halda því fram að við séum að reyna að búa til einhverja tveggjaríkja lausn eða eitthvað svoleiðis. Það hefur ekki gerst og núna sé ég náttúrulega bara, já, ég meina ég veit ekki hvað ég bara veit ekki hvað á að gerast, sko. Og þú ert með þitt sandkorn og ert ekki með stórmennsku brjálæði, þannig að ég er til að gera eitthvað eða að breyti heiminum, og bara til að leggja þitt sandkorn inn í þetta. En finnst þér að kannski síðustu 2 árum eða svo, að það hafi þessi breyting í því að séu fleiri að koma með sitt sandkorn, bara í okkar nærumhverfi? Já, alveg algjörlega, það er allt öðruvísi, sko. Þegar ég var að posta hausti 2023 það var bara mjög lítið umræða og ég sá mjög lítið á Facebook og ég held að fólk hafi hikað mjög mikið við að koma fram með einhvern stuðning við Palestínu vegna þess að það var svo svakalega þungur áróður og lega áróður þetta þar á móti sem að málaði Palestínumenn og Hamas upp sem einhver svona ómennsk skrímsli og bara hvernig getur stutt Palestínumenn þeir afhöfðuðu 40 börn, settu barn í ofnin, bla bla bla, skera fóstur úr ólitum konum og nauðgæðum, sko. Þú veist, þetta var bara allt svona. Þannig að það er mjög erfitt að segja eitthvað svona, heyrðu halló, þetta er nú kannski eitthvað orðum ekki, þú veist, þetta svo reynist þetta bara allt vera bara hrein lygi, sko. En þær fréttir voru kannski ekki sagðar?
það voru sagður upphaflega sko með lýsingunum, Já. en þegar kemur í ljós að þetta lygi og rangindi, Já. að þá þetta ekki leiðrétt. Nei, bara allavega mjög litlu leyti. Þú veist, þetta fær einhvern veginn að hanga þarna, sko. Og þú veist, áróður virkar þannig að meðal annars þannig að lygar virka líka, sko, vegna þess að þú veist, þú veist, svo segir fólki, já, þetta kannski ekki alveg nákvæmlega, þú veist, ekki akkurat þetta kannski, eitthvað svona smá nákvæmt, en þú veist, almenna tilfinningin samt þetta hafi verið svona gjörsamlega, sko, hryllilegt að það bara því verður ekki morðum lýst, sko. Já, þannig að ég held að sko, svona, í dag verði ég var við miklu, ég meina það mjög margir að posta þetta alveg reynd út og sko, daginn út og inn og þú veist, það hefur bæst mjög margir hafa bæst á minn vinalista undanfarið og bara smám saman, sko. Og fólk hefur sagt mér, nú tala ég næstum svo stjórnmálamaður að þú veist, ég hef hitt margt fólk bara sem ég þekki lítið eða ekkert og það hefur sagt, sko, að það hafi lært eitthvað, þú veist, að þakka mér fyrir að hafa komið fram með einhverjar upplýsingar sem hafa skipt einhverju máli fyrir það sjálft, sko. Þannig að ég þá að minnstakosti að vonandi þá minnstakosti að fræða fólk það sem að gerast á einhvern nátt. Og það kannski einhvers virði þó að það stöðuði ekki þjóðamálið, sko. Ég ætla að fá að þakka þig fyrir það sem að þú hefur gert. Áberandi og mikilvægt. Okay. Og takk fyrir að koma hingað að ræða svona ýmsar hliðar á þessu. Takk fyrir. En við ætlum að vera hér áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og samfélagið og okkur sjálf kannski í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is